Já, komið sæl, áhorfendur góðir, þetta eldhúsmeistarana. Við erum stödd í skógi hérna nálægt landamærunum í Þýskalandi en erum í Pólandi og við erum á villidýraveiðum. Það eru veitir hérna svín og hirtir og ég veit ekki hvað og ég fekk að króa hann af hérna einn veiðimannin. Og hvað er nafnið? Ólafur heiti ég, Sigurðsson. Já, og hvaðan ertu? Ég er frá Áskursandi. Á Íslandi? Já, Eyjafirði. Hefur þú farið mikið í svona veiðar? Þetta er fyrsta skipti. Og þú hefur ekki veitt neitt? Nei, það er ekki ennþá. Nei. Skaut svín í gær en við náði ekki, þáttu að ná í það í dag. Já, og við erum á 3. degi og hérna, þetta er lokadagurinn og ég er að fylgjast með hérna og þú talar að þetta sé svolítið spennandi og öðris við. Þú ert nú svolítið vanur hérna svona veiðiskap heim á Íslandi, trillu, sjómaður og alls konar veiðar hefur stundað. Já, þetta er allt öðruvísi, þetta er svona mikil spenni þessu, stendur auðvitað til langan tíma með að vera að rekka og hérna, maður heyrir í dýrunum kannski inn í skóginum en þau kom ekki út, þannig að þetta er svolítið öðruvísi. Já, og þetta er svolítið spennandi og menna þú getur alveg hugsað að leggja þetta fyrir þig. Já, það er alveg svo, bara skemmtilegur hópur það hérna. Maður kynnast nýjum mönnum og... Þetta er einvala lið hérna og sumir eru búin, sko, nú heyrðum við hérna... Flauturinn inn, nú er byrjað að ryðja og núna verðum við að fara að stoppa viðtalið því að nú getur þið fara að byrtast á hverri sekundi. Já, það er bara þannig. Heyrðu, þú sagðist vera eins og spenntur rófubói. Nei, hvað sagði þér? Rottubói? Rottubói heitir það. Það er svona græja sem við notum heima til að veiða rottur ef það er á ferðinni, sko. Og hóttu spenntur, sko, og svo smellur. Og smellur þegar þá er svínið dött. Já. Þá er svínið dött. Ég heyrði þetta orða til, ég er eins og spenntur þarna rotturbúi. Ég þurfti að útskýringu. Heyrðu, þeir eru að segja okkur að hafa látt. Já, heyrðu, þeir eru að byrja að vera með byrja. Þannig. Já, komið sæl og blessu, Magnús heiti ég, eldhúsmeistarana. Við erum stödd í Pólandi, hérna, stór og mikill veiðahópur og hérna er ég með forkólfana í veiðiferðinni og ég ætla aðeins að spyrja það, hvað kemur til? Eigum við ekki bara að byrja þér, Jói? Þú eiginlega byrjaðir á þessum veiðiferðum að drepa villisvín í Pólandi eða eigum að segja veiða villisvín? Já, fyrstu ferðina fórum við hérna 97 minnum mig, það er að vera komið 20 ár. 20 ár? Já, búið að fara nærri því á hverju ári. Þú sagðist það að byrja í Rússlandi? Já, við fórum til Rússlands og Kristján Vídalín hérna með fleirum kringu 1990 og þá fengum við batteríuna. Og þetta er alltaf svona 20 manns að því þeir leyfi ekki fleiri að veiða í einu? Nei, þetta er svona frá 10 upp í 20. Það er gott að vera svona 15 til 20. Það er mjög gott. Já. Heyrðu, en stuttumáli og þú, Pétur, þú ert hérna, komst inn í þetta á seinna stigunum, maður er alveg bara veikur veiðimaður. Já, þetta er svona, þessar ferðir, ekstra veiðiferðina til Póllands þetta er svona veiðidöll á lokastígi, má segja. Já, þér. Já, það er að fara hingað til að veiða, það er bara algjörlega frábært. Þetta er bara það besta sem er til. Já, ég finn það á mönnum, finnst þetta svo óbúslega gaman, þetta er bara, þú veist, bara spenningurinn að fara út og svona, en getur þú sagt okkur út af hvað þetta gengur svona fyrir okkur, af því þetta er nú Íslendingar sem horfa á stöðuna og þeir veit ekki hvernig svona gengur fyrir sig svona veiðiferðir í Pólandi. Já, þetta... Grófum dráttum, þú ert svona skipuleggjandinn og ert svona ferðaskrifstofumaður og þetta er svona hobby, þú heldur utan um þetta. Já, það er nú svona, þetta er nú meira svona hobby hjá mér heldur en atvinnumennska að halda utan um þetta. Og borga með þessu áttu við? Já, svona, þetta er allavega skemmtilegt áhugamál og við erum alltaf með ferðaskrifstofu leyfi og þess vegna sjáum við þetta þannig og svona frontum þetta hvert öllum gestunum sem fara með og það er þannig að við höfum verið að fljúga til Berlínar og keyra þaðan inn á skógarsvæðin í Pólandi
og þar eru við hjá gestir hjá veiðiklúbbum sem bjóða upp á rekstraveiði og veiðiklúbbarnir eru með þetta 15 og upp í 30.000 hektara skógi. Og svo spyrjum við aftur, rekstrarveiði, því að þarna venjulegir Íslendingar veit ekkert hvað þetta og sjálfur er ég nú búin að vera hérna í 3 daga, nú fatta ég hvernig þetta gengur fyrir sig. Þetta eru sem sagt bændur og sem eiga sem sagt jarðirnar og hérna allt þetta í kring og þetta eru veiðiklúbbar og skóarnir eru bara teknir í hólfum. Já, skóarnir sko skóarnir eru í rauninni eigu ríkisins, þar því að veiðirétturinn, klúbbarnir mega nýtan og klúbbarnir þeir bjóða gestum eins og okkur að koma og þegar að er stundur rekstraveiði, það er annars verið menn að veiða í turnum og kvöldin og nóttinni eða þá það er rekstraveiði eins og núna og þegar er rekstraveiði þá eru viltu dýrin í skóginum rekin til. Og hvað er það margir sem að gera það Silkabátur? Það eru kannski svona 10 ekstramenn sem að ganga í gegnum skóginn og það kemur þá hreyfing á dýrin og þau eru þá á ferðinni. Með svona brellur og hvað það er þeir eru rópa á pólsku eitthvað og dýrin fara þá af stað og þá er tækifæri til að veiða. Og þá eru veiðimennirnir búin að raða sér upp í ákveðinni línu eftir alls konar forskriftum. Já, eftir þeir eru í línu, það er fyrst og fremst út á örygginu. Það eru auðvitað verið að skjóta með stórum byssukúlum sem fara hratt þannig að þetta er eftir mjög ströngum reglum. Það eru mjög miklar öryggisreglur sem gildi í þessu og allir eru mjög vel merktir, allir í auglis í appelsínugulum litum til þess að það verði ekki óhapp og því er fylgt mjög stíft eftir að það sé gert, bæði í undirbúningnum hérna hjá okkur að undirbúa menn að læra hvernig á að gera þetta og síðan að fara eftir reglunum og svo eru náttúrulega veiði stjórar inn á svæðunum sem að svona tryggja það líka að þetta sé allt eftir kúnstarinnareglum, allir hægir sér vel í skóginum. Jói Bissa, við höfum tekið viðtal áður, þú Katilaklúbnum og ég var að taka við gera við byssur. Hvað er veitt á þessum sveðum? Hvaða tegund er að villidýrum? Já, það er náttúrulega bara villisvín, það er bara einn tegund af þeim. Já, villisvín, Já, villisvín, svo eru rádýr, hjartadýr, refir, það er svona það helsta. Og refir, villidýr og bátdýr? Já, og margar tegundir af þeim eða hvað? Með þetta eru þessi minni rádýr og síðan eru stærri dýrin sem eru hjartadýr. Rauðhirtir eða krónhirtir. Já. Og hérna líka sko hérna eins og ég upplifi þetta, þá er þetta eins og bara svona veiðifélögin út á landi sem eiga á. Þau stofna bara félag í kringum þetta og ná í peningum. Er þetta sæmilega, kostar þetta svolítið pening? Já, þetta kostar svolítið mikið, en þetta er líka eins og þú sér, það er rosalegt umstang. Það eru tugir manna, við erum 18 hérna að veiða og það eru, hvað ætli séu, svona 20 manns að vinna í kringum þetta á hverjum stað, þar sem við komum í heimsókn, sko. Og þetta eins og þessi verð, hún tekur viku og það er farið í svona æfingabúði til að kanna hvort að menn kunni nú ennþá að skjóta aðeins að rifja það er bara til að æfa okkur. Að liðka til. Já, til að það sem að okkur vantar á Íslandi og er mjög áríðandi að við fáum að skjóta á hreyfanleg skotmörk. Af því að dýrin eru náttúrulega á ferðinni og það er eitthvað sem við svona úr hreindýraveiðinni kunnum ekki. Þar erum við alltaf að skjóta á dýrin þegar við stoppa en þarna erum við að skjóta á dýrin á ferð og það þarf að æfa sig í því vegna þess að það er auðvitað mikilvægt að hitta, við viljum ekki að neitt dýr fari sært inn í skó, þannig að við æfum það og vorum í 2 daga að æfa það núna áður en að við byrjuðum hér. Og svo taka við 3 dagar í veiði. Það er bara að vakna eldsnemma á morgnana og hvað meira? Já, svo er bara eins og í dag, þetta er bara ekki stoppað, bara fyrir góð myrkur. Það er bara lagt að stað, hvenær byrjuðum við í morgun? Við vaknaðum, var það ekki 4:30? Konur út í rútu 5:30? Já, og bara að nóg stopp bara. Já, og svo bara við sólaruppbrás er byrjað. Og það er eitt skógur, það tekur kannski klukkutíma að reka hann og þá eru þið svona í línu tilbúnir að skjóta. Heyrðu, og þetta var í 3. dagurinn og einn tóm hamingja og maður bara okkarlega veiði. Já, bara við erum bara mjög sáttir. Hvað lágu mörg dýr? Það voru 11 dýr í dag, var það ekki? Já, bara í heildina? Í heildina tæp 30. 30? Fullt af veiðistíðum, dádýrum.
Engir hundar? Nei, sem betur fer. Ekki núna. Nei, ekki núna. En það hefur komið fyrir bara óvart, já, þetta er náttúrulega... Það ekkert grínalendi því. Það er einmitt það sem það er varkhorni. Já. Og það hefur tekið eftir líka. Það hefur líka einmitt tekið. Hérna eru menn með rosalega flottar byssur bara. Og hvaða byssur er þetta? Þetta eru svona skotilki maður. Já, það er mikið stóri rifla, 9,3, 62 og svona. Svona? Já, alveg svaka stóri. Hvað mörg kaliber? 9,3. 9,3? Er það mikið? Já, 30 kaliber, já. 30.06 til dæmis, ég er með 30.06. Og svo þarf maður að vera með svona eyrnalífarma, maður ærist bara að maður er ekki með. Ég var með eyrnatappa, fylgdist með þessu. Já. Það er mjög mikilvægt að vera vel út búinn og menn eru, þessi hópur sem er hérna núna, þetta er náttúrulega handvaldir kappar sem eru hérna með okkur eins og þú tekið eftir. Og þeir eru margir búin að fara 15-20 sinnum. Já, þetta eru frábær hópur. Og vanir og flottir kallar og góðar skittur. Ég sá það, menn hittu dýrin vel og þetta er bara menning. Já, algjörlega. Og þetta eru menn sem eru búin að gíra sig líka vel upp, eiga mikið af góðum búnaði og eru bara mjög vanir og það er eins og við höfum lagt áherslu á það, að velja góða menn í þetta með okkur og það er óbúslega mikilvægt og líka sem ég tók eftir það er mikið öryggi hérna menn eru náttúrulega með stóra byssur og þeir eru eitt skipti þá hundskammaði mig að því ég var 1 metur bakvið því að ég var að standa og sitja alveg að því ég var svona fluga á veggar inn að taka þetta upp. Þannig að það er passar út úr línunni og það verður að fylgja öllum svona reglum. Já. Það var nú ég sem skammaði þetta. Já, eðlilega, ég vissi ekki betur. Það var dýr sem hljóp bak við þig og það hefði verið hættulegt ef einhver hefði reynt að skjóta það því að þú stóðst út úr línunni. Og menn eru í línu og þeir fara alveg eftir öryggisatrinum, þannig að það er mjög mikilvægt. En við höfum þetta að sýna frá núna og fleiri viðtöl og við erum að gefa okkur svona innsinn inn í þetta áhorfendagóður í innan. Hvernig svona villidýraveiðar í Pólandi gera sig? Þökkum fyrir! Já, svoleiðis Maggi. Takk fyrir Maggi. Gaman að hafa þig með. Takk. Já, komið sæl, Magnús heiti ég í eldhúsi meistarana. Við erum í Pólandi á villidýraveiðum. Heyrðu, við erum með hann Jóa byssu með okkur. Jói. Já, heyrðu, þú voru nú að segja okkur, við erum komin á póst núna og við erum að byrja bara eftir að lúðurinn blási og þá þurfum við að vera tilbúinir að taka móti dýrunum. Já, við erum á pósti 1 hérna og við erum 18 veiðimenn og það verður að raða þeim hérna á póstana og þegar allir er komin á pósta þá er gefið hljóðmerki og rekstrarmennirnir fara á staðinn í skóginn. Og þetta er allt eftir ákveðnu reglu, við megum ekki skjóta inn í skóginn nema ákveðið og rekstrarmennir eru hérna inni. Og síðan ef eitthvað dýr er inn í skóginu þá koma þú út og þá erum við að vera viðbúnir. Að skjóta þau? Já. Heyrðu, hvernig byssu erum við með, Jói? Við erum með, flestir eru með svona sérútbúna byssur í svona skógaveiði. Þetta er eiginlega ekki sömu byssur og við notum heima við hreindýraveiðar. Þetta eru stærri kaliber, eins og 9,3 og... Þú ert ekki með svona, ertu með skot til að sýna okkur? Það er öll í byssunni. Já, tilbúin, við erum. Þetta er að bresta á. Klukkan er núna bara 7 morgun og létt farið að lýsa af degi og við ætlum að sjá hvernig gengur og vonandi náum við ykkur. Þetta er rosalega spennandi og við erum búin að vera taka viðtal við menn og svona. Og er þetta lífið, Jói? Já. Heyrðu, Jói nú frægur, ég er búin að taka viðtal við hann á byssuverkstæðin okkar. Og svo er það líka hann er forseti Kadillaksklúbbsins, Jói er marktækur. Takk fyrir Jói, Vili. Takk.
Jæja, nú var hann Halli búinn að stilla sér upp og nú var ég að tala lágt og við erum staddir í skóginum núna bara að byrja dýrin að koma og það er svona 50 metrar á milli okkar næsta veiðimann, allir fá númer og þarna sjást 2 veiðimenn. Þetta eru 2 veiðimenn. Þetta er nú ekki nema 30 milli og allir eru í appelsínugulu því að það megi ekki skjóta hvern annan, það er eiginlega bannað og það má skjóta hérna hirti og svín og dádýr. Það má ekki skjóta hunda og ekki skjóta hérna ákveðna tegundir af hjörtum sem eru rauðhirtir eitthvað. Þetta er alveg svaka reglur hérna. Heyrðu, nú er ég að fara að stoppa því að þetta er allt að bresta á. Magnús í eldhúsmeistarana. Svo eldum við eitt villisvínið hérna í einhverjum af þessum þáttum. Þetta er mjög spennandi allt saman. Já, komið í sæl eldhúsmeistarana. Þetta er Magnús á staddur í Póllandi. Heyrðu, við vorum á villidýraveiðum og við vorum að veiða þetta svín í dag, villisvín. Heyrðu, við veitum alveg fullt af svínum og við fengum að kaupa þetta svín. Hérna, þetta er allt saman löglegt og við erum að fara að elda það og undirbúa það. Og þeir ætla að handera það hérna fyrir okkur og við ætlum að spurja, við erum með okkur túlk, hann talar bara pólsku, við erum stödd í miðju Póllandi hérna. Og við vorum að veiða á veiðisvæði sem er svona veiðifélag, þannig að þetta er allt saman löglegt maður og ég er með 20 manna hóp og núna erum við að fara að elda þetta og taka af því sko húðina og svona. Okay, Martin, what are you going to do now with the pig? Co pan zamierza teraz zrobić ze świnią? W tej chwili oskurujemy ją. Right now he will take off the skin. Hann ætlar að taka bara skinnið af. Sjáu þið, þetta er svolítið svona öðruvísi við erum vanir. Þetta eru villisvín með mikið hárum. Many hair. Yes, there is a lot of hair because right now it's preparing for a winter and putting some special skins, special fur for a winter. Já, við erum að gera þetta í lok nóvember og það er svona ekstra sterk húð á þeim, segir, og mikið af hárum sem að gera það verkum að það verður tekið af. Vanalega á Íslandi þá voru þau kalúnu sett bara heitt vatn og skafið, en núna er bara feldurinn tekin af. What do we do next? Co będzie później? Później pousuwamy wszystkie takie błony, które się znajdują na mięsie już bezpośrednio, oczyścimy całe mięso i przygotujemy do peklowania na stole. Okay, after taking off the skin, he will cut off all the things which are not necessary. I mean the fat, some other things which are not so good for eating. Ja. Heyrðu, hann ætlar að skera semst húðin af, svo ætlar hann að taka skinnurnar af og þetta ljóta og vonda og gera þetta klárt. And then we are going to marinate it. Exactly. What are you going to do then? After that, he will marinate it. Put herbs in it. Who help? Herbs. Jakich przypraw pan będzie używał? Peklosul. Special salt. Namina. Namin. Cukier. Sugar. I przyprawa ta wpłynie magii. And a special spice in Poland it's called Maggi. It's a spice who... Maggi, yes. Na zapachu. Ja. He will show it what Maggi. See, this is Maggi. My name is Maggi. My name, hey, okay. You my name, Maggi. Þetta er svona bara kjötkraftur og hann smýr þetta með þessu sykri og svona sérstöku kryddi. Þetta verður voðalega spennandi.
And then let it stay for 48 hours. Jak długo będzie się moczyło? My zrobimy roztwór. Mamy tutaj roztwór już zrobiony w misce, zrobimy roztwór w wiadrze i szczykawką przyspieszymy ten cały proces, naszczykamy go. Tak go naszczykamy, żeby się zrobił taki strongman. To make it works faster, there will be some injections inside Yes. with the Sprautu. Heyrðu. Hann ætlar að sprautukrydda þetta, já. Sérðu, hann ætlar að sprautukrydda þetta, sko. Sita svona kryddlegin inn í hérna lærin, hérna inn í hérna. Árandu góðir, heyrðu, hann kominn hérna, að búa til svona blöndu. Hann setur í þetta salt og spes krydd til að halda kryddunni inn í þetta. Þetta alveg spes pólvest. Að gera pólst, heyrðu. En hann að gera þetta fyrir okkur spes, þetta ekkit, þetta bara vinargreiði, hann gerir þetta ekki og selur ekki sína þjónustu. Hann að gera, við ætlum að bjóða honum í þessa veislu hérna kallinum og þetta ekki atvinna hans, en hann að gera þetta fyrir okkur af vinskap og gera þetta næs fyrir okkur. Við báðum svona spes handeringu eins og innanbúðar pólverar að gera. Og svo sprautar hann þessu inn í hérna kjötið. Þetta sé nú flott eitt. Heyrðu, og svo snýr hann þessu daglega, þannig að þetta verður í 2 sólarhringa svona. Þetta sé nú flott. I w piątek go zjemy.